Þá það þriðji kaflinn í bókinni Maður og náttúra, en hann fjallar umhverfi okkar, áhrif mannsins. Maðurinn hefur í gegnum tíðina gert meira og meira af því að laga umhverfið að sínum þörfum. Hann ekki bundinn af því eins og aðrar lífverur að laga sig að umhverfinu, heldur lagar hann umhverfið að sínum þörfum og gerir meir og meira af því í gegnum tíðina. Í kringum manninn gilda samt lögmál, ekkert ósvipað og dýrin, en þetta eiginlega svona sérreglur, getum við sagt. Við höfum áður talað hringrásir efna, til dæmis hringrás kolefnis, en í kringum mannin eru ákveðnar hringrásir líka. Og maðurinn þarf gríðarlega orku, hefur þess vegna umbreytt gríðar stórum landsvæðum undir sínar þarfir. Við notum mikið af auðlindum, og það misjafnt hvar við búum í heiminum, hvað við notum mikið af auðlindum og mikið af orku. En við skulum skoða aðeins. Hér sjáum við kort af heiminum og við sjáum mjög greinilega að löndin eru misþykk. Ísland er hérna þykkast þegar við notum meiri orku heldur en nokkurt annað land í heiminum. Það að hluta til vegna þess að við flytjum inn mikið af dóti, raftækjum og bílum og þess háttar. Það eru fleiri bílar hér heldur en í flestum öðrum löndum með höfðatölu. En allt þetta þarf að flytja inn til lands og þarf að flytja það margt af því mjög langan veg. Þessi flutningur inn í orkunotkuninni. Þess vegna eru við svona há. En þó við myndum ekki gera ráð fyrir eða taka mið af þessum flutningi, þá værum við samt mjög há. En hvaða lönd eru lægst í heiminum? Það eru lönd í Afríku, í Suður-Ameríku og í Suðaustur Asíu. En önnur lönd á Vesturlöndum sérstaklega eru mjög há. Þetta á líka við þegar við tölum orkuna, ekki bara auðlindirnar. En hér önnur mynd sem að sýnir heiminn þar sem löndin eru stækkuð eftir því hvað þau nota mikið af orku. Og þið sjáuð að þetta kort mjög afbakað. Afríka næstu í horfin og Suður-Ameríka. Bandaríkin stór, Kanada pínulítið, Rússland meira sér lítið. Þetta Kína hérna. Japan hérna, Indland. Evrópa svona misstór eftir hvað við notum mikla orku. Menn notuðu orku hér áður, vind. Svona vindmyllur voru notaðar til að mala korn og menn notuðu seglskip til þess að sigla öll heimsins höf. En í upphafi iðnbyltingar þá fóru menn að nota jarðefnaeldsneyti, aðallega kol, og við það jókst orkunotkunin gríðarlega. Nú gátu menn farið að búa til vélar, gufuvélar, og nýtt aflið í þessar orku. En það hefði í raun og veru ekki verið hægt áður, því fram að því hefði þetta aðalega verið notað til þess að elda og hita mat. Nei, hita húsin sín, segi ég. Og upp úr 1950 fóru menn að nota kjarnorku, því þá fóru þeir að þurfa meiri og meiri orku. Við búum til rafmagn á Íslandi fyrst og fremst með vatnsaflsvirkjunum og jarðvarmavirkjunum. Hvoru tveggja eru það sem kallað endurnýtanlegir orkugjafar, þó svo jarðvarminn sé ekki endilega endurnýjanlegur, þar að segja ef það dælt upp of miklu vatni, nær það ekki endurnýja sig og þá hann ekki endurnýjanlegur. Og menn hafa brennt sig pínulítið á þessu á Íslandi. Á Íslandi eru líka 2 svona vindmyllur. Þessi mynd tekin á Íslandi. En vindurinn endurnýtanlegur. Það má segja að það sem endurnýjanlegt það sem klárast ekki, þó við notum það. Vatnið rennur hérna niður hvort sem við erum að nota það til þess að búa til rafmagnið ekki. Sama með vindinn. Og ef heita vatnið nær að endurnýja sig, þá klárast það ekkert. Vindmyllurnar eru tilraunaverkefni á vegum Landsvirkjunar, þessar 2, en þær búa í sjálfu sér ekki til neitt voðalega mikið rafmagn, ekki miðað við stóru virkjuninnar, stærsta virkjunin á Þjórsárssvæðinu, þar sem þessar vindmyllur eru. Hún framleiðir 270 megawatt, þær framleiða bara 2, en það Búrfellsvirkjun. Svo eru menn farnir að velta fyrir sér svona sjávarfallavirkjunum. Ástæðan fyrir því að menn að leita í endurnýjanlega orkugjafa að jarðefnaeldsneytið fer að klárast, þó svo það sé ekkert að klárast, en þá endar það með því, en það veldur einnig mengun og gróðurhúsaáhrifum.
Gróðurhúsaáhrif er þegar varmi lokast inn í lofthjúpnum. Það er í sjálfu sér ekkert slæmt að hluta varmanum lokist inni því að án gróðurhúsaáhrifa væri mun kaldara hérna og eiginlega óbyggilegt hérna. En það sem er að gerast er að lofthjúpurinn er að verða of þéttur þannig að það er mjög lítið af geislun sem sleppur út aftur. Þess vegna hitnar og hitnar á jörðinni. Og þetta virkar svolítið bara eins og gróðurhús. Þess vegna heita þetta gróðurhúsaáhrif. Hluti af gróðurhúsaáhrifunum er að það er að hlýna á jörðinni. Menn er að vísa ekki sammála hve stór hluti af hlýnun jarðar sé gróðurhúsaáhrifum að kenna eða áhrifum mannsins. Hluti af þessu getur verið bara náttúruleg sveifla í hita en menn rífast þetta. En það sem er augljóst er að öfgar í veðri hafa aukist mikið á síðustu árum. Við fengið fleiri hvirfilvindi, fleiri fellibylji, meiri flóð og þurrka á mörgum svæðum á jörðinni. Sumstaðar er þetta jákvæð áhrif því að sumstaðar er hægt að rækta meira heldur en var hægt áður en á öðrum svæðum er þetta verra. Við höfum eytt miklum peningum undanfarið, ekkert bara Íslendingar heldur margar þjóðir í að reyna að finna leiðir til þess að ferðast án þess að nota jarðefnaeldsneyti. En flest farartæki hingað til hafa nýtt jarðefnaeldsneyti. Það var gerð tilraun á Íslandi með vetnisstrætó hérna fyrir nokkrum árum. En þeir eru ekki í notkun lengur. Vetni er í raun og veru ekki orkugjafi heldur orkuberi því að vetni er ekki til í lausu formextúrið í náttúrunni. Það þarf að rafgreina vatn, nota til þess rafmagn. Þannig að vetni er í raun og veru bara leið til þess að geyma orkuna úr rafmagni en vetni tekur minna pláss heldur en rafgeymar í svona stórum strætó. Þess vegna er það betra. Eins er fólk hvatt til þess að hjóla og labba meira og svo eru við farin að nota sparperur í staðin fyrir glóðarhraðaperur því að þær nota minna rafmagn. Hins vegar eru svona sparperur dýrar í framleiðslu, það er í þeim hættulegu efni og það má ekki til dæmis henda svona perum í rusli, það eru hættuleg efni í þessu og svona perur þarf að endurvinna. En þá er þessum hluta lokið.